Nefnd meðferðar á vistheimili ríkisins hefur að undanförnu auglýst eftir fólki sem vistað var á barnaheimilunum Silungapolli og Reykjahlíð, skammt frá Reykjavík, á árunum 1950 til 1972. Lífsreynslan af því að vera tekin burt af heimili sínu og komið fyrir á barnaheimili virðist hafa sett mark sitt á alla ævi þeirra sem í hlut eiga, eins og þær tvær sögur sína sem við ætlum nú að segja ykkur. Rósa Ólöf Ólafíudóttir er hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum. Þegar hún var 3 ára gömul þurfti hún að fara á barnaheimilið Silungapoll sem var rekið af ríkinu fyrir yngstu börnin sem gátu ekki verið heima vegna erfiðra heimilisaðstæðna. Það var mikil fátækt. Mamma var eiginlega svo til ein með 5 börn. Þó að Svavar, faðir minn, hafi verið líka, hann var sjómaður og áttu við drykkjuvanda að stríða. Og við byggum á vesturstöðum í bænum, við byggum í Bröggum eins og í Camp Knox, byggum í Pólunum. Og hún var sjúklingur, hún var mjög slæm í baki. Þegar ég fer þarna í fyrsta skipti þá var ég bara tekin af róluvellinum. Án þess að á nokkuð samráðs við mömmu eða aðra í fjölskyldunni. Og án þess að mamma væri svipt, hún hafði forræðið yfir mér. Úr dagalum barnaverndarnefndar Reykjavíkur aðstæður Rósu má lesa. 8. febrúar 1958. Telpan heldur vesöl að sjá, bragginn mjög lélegur, engin miðstöð og hefst fjölskyldan við í einu herbergi litlu. Og ástandið virðist hafa lítið batnað 2 árum síðar. 19. febrúar 1960. Heimsókn. Ólafía heima, svo og Rósa. Mjög kalt og óvistlegt. Og verða þau að haldast við úlpuklædd í eina herberginu sem opn er í. Ég man að í fyrsta skipti sem ég fór þarna þá var ég keyrð upp á Silungapoll, 3 ára gömul og þar var ég tekin og mér skuttlaði inn í koju og látin grenja úr mér. Guðrún Ragnarsdóttir, kvikmyndagerðarmaður, var vistuð á Silungapolli þegar hún var á 3. eða 4. ári ásamt Þorvaldi tvíburabróður sínum. En hún hefur ekki fundið neinar upplýsingar sem staðfesta það nákvæmlega. Það var vegna erfiðleika heima, vegna drykkju og því fylgir og fátæktar og skorts og annað. Ég hugsa að mamma hafi bara ekki verið algjört neyðar úrræði. Ég man að ég saknaði mömmu óskaplega mikið. Og ég hafði mikla heimþrá til mömmu. Við fengum að borða og við fengum hrein föt og það var hugsað okkar líkamlegu þarfir. Eitthvað sem hafði ekki alveg verið í lagi þegar ég var heima á mömmu minni. Þannig að það var gott, það var jákvætt. En hins vegar var aldrei talað við okkur. Ég vissi aldrei hversu lengi ég myndi vera á Silungapolli hvers sinn. Og ég vissi heldur ekki af hverju, ég hafði bara ekki skilning á því af hverju ég var þarna. Og það var svona leyndardómur yfir þessari veru. Ég man eftir tilfinningunni að vera ekki í neinum tengslum, vera týndur, geta ekki átt neinn samskipti. Ég man eftir þessu og svona nokkrum atvikum þessu tengt. Guðrún vinnur nú að kvikmyndahandriti veru sína á Silungapolli. Í einu atriðinu er átakanleg lýsing á því þegar mamma hennar fékk að koma í heimsókn eftir að hún og tvíburabróðir hennar áttu að vera sofnuð. Og ég lá í þessari koju og ég heyrði röddina í henni og ég heyrði þær hvíslast á hana og forstöðukonuna og hún benti með mig á það, hún mætti ekki vekja mig og mætti ekki tala hátt, þannig myndi ekki vakna. Þá þurfti hún að fara. Svo ég lá í kojunni og mér fannst eins og hjartað á mér ætlaði að springa. Mér langaði ekkert meira heldur en að opna augun og horfa. En þá hefði hún horfið, það var þessi von ég geti haldið henni lengur. Ef ég bara heyrði í henni og fyndi fyrir henni. Þetta var náttúrulega, þessu gleymi ég ekki Þessi opnu grein birtist í vikunni árið 1961 undir fyrirsögninni Munaðarleysingjar. Með greininni eru fjölmargar myndir af börnunum á Silungapolli og í Reykjahlíð. Þar á meðal mynd af Rósu með vefstólinn sinn,
sem hún segir greifta í minni sér alla tíð. Undir myndin af þessum sorgmæta dreng stendur nýkominn að Reykjahlíð, mjög daufur og innilokaður. Manstu hvernig hinum krökkunum leið, var mikið grátið og kallað á mömmu eða pappa? Sko ég man sérstaklega eftir nóttunum. Það var mjög mikið grátið á nóttinni. Sko börn voru ég vel ekki vakandi heldur við voru að gráta upp úr svefni. Viðmælendur okkar, þær Rósa og Guðrún, eru í hópi þeirra heppnu. Því líf þeirra á fullorðinsárum hefur verið farsælt. Þær eru báðar vel menntaðar og gengur vel í sínum störfum. En líf mjög margra barna sem dvöldu á vistheimilum ríkisins hefur verið þyrnum stráð svo ekki sé fastar að orði kveðið. Heldur það hafi verið betra eða verra fyrir þig að hafa verið tekin að heimilinu með eitthvað heimilisaðstæðurnar voru erfiðar hjá okkur? Þegar ég ber þetta saman, ef ég hefði alfarið verið heima, þá hefði það vissulega verið erfitt. En ég hefði haft þessi tengsl sem ég þurfti á að halda við fjölskylduna. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að það hefði verið betra fyrir mig að vera heima. Þrátt fyrir þá erfiðleika sem voru á heimilinu. Man náttúrulega spyr sig að þessu og sko auðvitað þarf að meta þetta á hverju heimili fyrir sig, hvað er í gangi. En það náttúrulega þekkist ekki í dag að kippa börnum algjörlega í burt frá sínu heimili án þess að sé eitthvað gert annarkvæmt undir með þau ef aðstæður heima eru þannig. En já, við getum bara nefnt það eins og börn sem fara á spítala í dag, það er bara að reikna með að foreldrarnir séu á spítalanum bara með. Þannig að það getur aldrei neitt verið betra heldur en að vera heima hjá þeim sem það þykir vænt um. Af því að þó að ástandið sé alvarlegt, þá þykir þessum foreldrum hans í flestum tilfellum vænt um börnin sín. Það er eitthvað sem þau verða að ganga í gegnum sem þau ráða ekki við. Þannig að já, svarið myndi vera tvímælalaust að auðvitað er betra að vera heima. Það þarf bara að styðja við kannski þessar fjölskyldur sem eigi þessum erfiðleikum eins og þau fara að gera kannski meira í dag. En svo fórstu líka á barnaheimilið Reykjahlíð og svo til Vandalausra í fóstur. Vistin á Reykjahlíð var alveg einstaklega erfið og slæm. Verri en á Silungapalli, miklu verri? Mun verri. Fósturkonan þarna, ég hafði ekki góða reynslu af henni. Hún stjórnaði svona með hörku og átti það til að missa stjórn á skapi sínu. Varstu fyrir ofbeldi í æsku? Já, ég var fyrir ofbeldi í æsku. Á þessum heimilum eða heima? Ég var bæði heima og það var ekki hálfu móður minnar og eins á hálfu ættingja stúpforeldra. Er það eitthvað sem þú vilt ræða? Nei, ég held ég ræði það ekkert frekar. Þær Guðrún og Rósa hafa báðar farið á fund nefndar meðferðar og vistheimili ríkisins til að segja sögu sína. Þær segjast báðar hafa orðið fyrir vonbrigðum með viðtalið og segjast ósáttar við þá skilgreiningu að ofbeldi geti aðeins verið líkamlegt eða kynferðislegt. Já, þarna var ég bara vonandi að væri sálfræðingur og maður geti talað þessa hluti svona, með einhverju fagmanneskju og rifja þetta upp og svona aðeins hjálpa mann að tala þetta og það var nú eiginlega bara það sem ég var að leitast eftir og ég fengi upplýsingar og þetta var ekki þannig og mér varst frekar eins og væri svona verið að gera lítið úr einhverju slæmri minningu sem að kom með eða svona var svona hvatið sig, já, ertu nú viss um það? Mér fannst það svolítið sérkennileg aðferð. Við vitum það alveg, það er bara þekkt í gegnum fræðin, það er þekkt í gegnum rannsóknir að það að barn sé vistað á stofnun og alið þar upp, það í sjálfu sér er skaðlegt fyrir barn. Þannig ég er hugsandi yfir þessari skilgreiningu. Mér finnst hún mjög athyglisverð, vægast sagt. Það situr í manni þessi tilfinning að vera hafnað, að vera ekki elskaður, að vera skilin eftir og vera ekki með sínum og eitthvað sem barnið getur ekki skilið en upplifir á einhvern hátt. Ég vil meina það að það hafi haft töluverð áhrif og ég hafi áttað mig á því seinna að þarna lá einhver skýring. Og liggur svo djúpt, já.
Og þú hugsar þetta enn þarna í dag? Já, ég geri það. Ég hugsa þetta, ég hugsa þetta enn þarna í dag. Þetta kemur upp þessi hugsun. Ég fékk slæma byrjun og á tímabili var það spurning hvort ég myndi feta sömu leið og ég var alin upp. En mér hlotnaði skæfa til að gera það ekki. En ég veit að margir hafa gert það og aldrei náð sér eftir svona reynslu.